Komið þið sæl. Við ætlum að fara þá næst yfir skák sem að telda árið 1912 og hér eigast við Edward Lasker sem hafði hvítt og George Alan Thomas sem hafði svart. Edward þessi Lasker sem hafði hvítt er nafni Emanuel Lasker sem var heimsmeistari árabil, þannig að við ættum ekki að rugla þeim saman. En Edward Lasker var engan síður sterkur skákmaður og hann hóf þessa skák með að leika D4 og Thomas svaraði því með að leika E6 og er þá tilbúin til að tefla franska vörn, leiki hvítur E4, getur svartur svarað því með D5. En Lasker leik riddara F3 og þá leik Thomas F5 og þá erum við komið með hollenska vörn og hér væri eðlilegt fyrir hvítan að leika annarkvort peðinu sín á G3 eða peðinu á C4 og svartur geti svarað því með riddara F6 eða D5 og telt svokallaða grjótgarðsvörn eða hefðbundna hollenska vörn með biskup E7 og D6 mögulega. En Lasker ákveður að tefla þetta aðeins öðruvísi og leikur riddari C3 og skilur peðið eftir á C2 og ætla þá að reyna í framhaldinu að berjast fyrir því að opna miðborðið með að leika E4. Þetta er svolítið óhefðbundin leið en ágætt engan síður. Thomas leik riddari F6 og Lasker leik þá biskup G5, leppa riddarann. Og hér gæti svartur leikið D5 og komið í veg fyrir að hvítur nái tökum á miðborðinu með að leika peðinu á E4. En leið og svartur leikur D5 í svona stöðum þá skilur hann eftir óvaldaðan reit hérna á E5 sem að hvítur geti náð tökum á. Þannig að hvítur geti fengið ágæti stöðu í framhaldinu. Þannig að George Thomas leik biskup E7 sem er ágæti leikur og nú vildi Lasker endilega ná að leika E4 og þess vegna tók hann riddarann á F6. Svolítið dýrt að gefa biskupinn sinna fyrir riddarann en eftir E4 er hvítur á opna stöðuna svolítið. George Thomas drap á E4 og Lasker drap með riddara og hér leik svartur peðinu svona B6. Þetta er svona svolítið, hvað ég segja, svona væmin leið til að tefla þetta fyrir svartan. Ég held að eðlilegra framhald fyrir svartan var einfaldlega bara að berjast fyrir miðborðinu strax með að leika riddari C6 og steyta pressu á D-peð og berja sem fyrir því að opna stöðuna með að leika D5 eða E5 í framhaldinu. En B6 hugmyndið með því er auðvitað að virkja biskupinn á B7. Og núna teflir Lasker framhaldið af mikilli grimmd. Hann byrjar að leika hérna riddari E5 sem er alltaf athyglisverður leikur. Hugmyndið getur verið að skáka H5 í framhaldinu þar sem svartur er búinn að tapa F-peðinu sínu. Og svartur má alls ekki leyfa það. Hvítur getur fengið hættuleg sóknarfæri í framhaldinu. Þannig að svartur hrókraði stutt og þá leik Lasker biskup D3 og hefur svona svolítið lúmst auga með þessu H-peði hér. Eftir biskup B7 kom nú drottning H5 sem er kröftugasti leikurinn í stöðunni og hér gerir Thomas svolítið mistök. Hann leik drottning E7. Við sjáum að hótun hvíts í þessari stöðu er ef svartur leikur einhverju leik eins og riddari C6 geti hvítur opna fyrir biskupnum á D3 og drepi hérna á F6 með skák. Drepi svartur með GP þá máta hvítur með drottning drepur H7 og drepi svartur með rók getur enga síður komið drottning drepur H7 og svo drottning H8 skák og það bara hrynur allt hjá svartum. En drottning E7 hugmyndið með þeim leik er að hafa vald á H7-peðinu eftir að hvítur drepur með riddara á F6 sem eftir G-drepur F6 það valdar svartur H7-peð og allt er í góðu lagi. Í staðinn fyrir drottning E7 þá hefði George Thomas sennilega átt að drepa á E5 með hugmyndinni eftir D-drepur E5 þá kemur hrókur F5 sem hóta bæði peðinu og drottningunni. Við sjáum eftir biskup drepur E5 þá gæti hvítur skákað á F6 með riddara og hóta peðinu en svartur getur tekið með hrók og eftir drottning drepur H7 flúið með kónginn sinn og það er engin hættuleg skák hérna fyrir hvítan. Förum tilbaka. Í þessari stöðu eftir drottning E7 þá valdar svartur H7-peðið og eins og ég var að tala áðan riddari drepur F6 og drottning drepur H7 gengur ekki út af G drepur H6 og drottningi valda peðið. En hérna væri sniðugt fyrir hvítan að gera það sem að ég hef stundum mælt með að nemendum mínir geri. Ef eitthvað gengur ekki upp sem okkur langar að gera þá ættum við að prófa að víxla leikiröðinni. Í staðinn fyrir að drepa fyrst með riddara F6 og svo með drottningu á H7 sem gengur ekki, hvað með að drepa fyrst með drottningu á H7 og svo með riddara F6. Veltum því þess fyrir okkur. Drottning drepur H7 er þvingandi leikur, við ætlum alltaf að velta þeim fyrir okkur í öllum stöðum. Og drottning drepur H7 er einmitt leikurinn sem að Lasker lék.
Drottningdrepur H7 er óverjandi mát í 8 leikjum, ótrúlegt en satt. Og við skulum skoða framhaldið, þetta er allt þvingað, svartur verður að drepa. Hvítur drepur þá F6 með riddara, með fráskák og tvískák. Ef að kóngurinn fyrir núna H8, kemur skemmtilegt mát með riddari G6. Riddarinn og F6 valda bæði G8 H7 báða flottarittina. Þannig að svartur varð að leika kóngur H6. Þá kom riddari E til G4 skák. Kóngur G5 einu leikurinn, H4 skák og kóngur F4 einu leikurinn, G3 og kóngur F3, allt þvingað eins og ég segi, biskup E2 skák, kóngur G2 og hrókur H2 skák og kóngur G1. Og hvernig á hvítur að máta núna? Það er bara einn maður sem hefur ekki tekið þátt í skákinni og það er hrókurinn á A1 og það eru 2 leiðir til þess að virkja hann. Önnur leiðin sem að Lasker valdi, kóngur D2 mát, sem er mjög skemmtilegt að máta með kóngnum sínum. Sjáum að leið að kóngurinn fær þessi þá opnaðist fyrir hróknum. Þetta er eins konar fráskák með kóngnum. Mjög skemmtilegt mát. Önnur leið hefði verið að hrókara langt og máta þannig. Og það er líka vissulega mjög sjaldgæft að hrókara og máta í leiðinni. Báðar leiðir eru fallegar. Kóngur D2 mát og þessi skák hefur verið fræg fyrir þessa skemmtilegu drottningafórn, drottningdrepur H7 með óverjandi mát í 8 leikjum. Þar sem að kóngurinn hrekst yfir allt borðið og endar hérna niðri á G1. Takk fyrir þetta.